Já, ég heiti Benna Sørensen, ég þekki nú ansi mörg af ykkur, ég ætla samt að kynna mig, ég heiti Benna Sørensen og hef starfað lengst af í ofbeldisforvörnum í tómstundastarfi og það þannig sem að ég byrja að kynnast stafrænu æskulýðsstarfi. Og ég ætla að ræða aðeins við ykkur núna stafrænt æskulýðsstarf og mikilvægi þess og í leiðinni þetta verkefni sem heitir Game Changer sem ég hef fengið að taka þátt í. Og það fyrsta sem við spyrjum, og mér finnst þetta mjög gott intro að því sem ég ætla að segja, því það fyrsta sem við veltum fyrir okkur stafrænt æskulýðsstarf og það gjarnan þannig þegar ég byrja að tala stafrænt tómstundastarf eða stafrænt æskulýðsstarf við fólk á Íslandi að það fer aðeins vindurinn úr fólki af því að við förum að hugsa rafræna félagsmiðstöð og það var bara hjá mörgum okkar pínlítið erfiður tími vegna þess að við vissum ekkert alveg nákvæmlega hvað við vorum að gera. En já, stafrænt tómstundastarf rafræn félagsmiðstöð, en það líka meira. Rafíþróttaklúbbar, tölvuleikjaspilun og opnu húsi, spjall eða fræðsla samskipti á samfélagsmiðlum allt saman stafrænt tómstundastarf. Þegar við höldum Rocket League mót eða mætum við ungmenni á samfélagslan eða höldum önnur lög eða önnur mót, þegar við tökum hljóðblöndun með þeim eða þegar við gerum raftónlist, það allt saman stafrænt æskulýðsstarf ásamt því þegar við erum að kenna forritun eða vinna með forritun á einhvern hátt í tómstundastarfi. Þetta allt saman stafrænt tómstundastarf, þannig að ég fullyrði það algjörlega vafalaust að í öllum félagsmiðstöðum og á öllum frístundaheimilum á landinu unnið stafrænt tómstundastarf og í flestu öðru tómstundastarfi unnið stafrænt að einhverju leyti. Það hins vegar kannski það sem við getum spurt okkur að hvort að við séum of smeyk við að skilgreina það sem slíkt og það kannski hluti af því sem ég ætla að gera að mínu umræðuefni núna af hverju það skiptir máli að skilgreina það sem slíkt og við erum kannski aðeins smeyk við að gera þetta á eins markvissan hátt eins og við ættum að vera að gera. En stafrænt æskulýðsstarf, það snýst það að fylgja börnum og ungmennum inn í sín stafrænu rými. Og við gerum það að nákvæmlega sömu ástæðum eins og við fylgjum börnum og ungmennum inn í öll önnur rými. Við gerum það til þess að þau séu örugg í sínum rýmum. Við gerum það til þess að efla þeirra færni bæði í bara sem einstaklingar en líka þeirra færni til þess að takast á við þær áskoranir sem þau mæta inn í stafrænum rýmum. Við gerum það til þess að læra af þeim og við gerum það til þess að læra með þeim. Við erum að vinna æskulýðsstarf á nákvæmlega sama hátt eins og við erum að vinna allt annað og þess vegna set ég inn í sviga að ég að tala markmið stafræns tómstundastarfs vegna þess að þau þau sömu. En það þannig að Þórður Kristinsson, doktorsnemi, hann búinn að vera að rannsaka samfélagsmiðlanotkun unglinga á aldrinum 12 til 15 ára og það sem að þau að segja honum margt og merkilegt og það sem að ég tók sérstaklega til mín af því sem að þau segja það að þau treysta fullorðnu fólki ekki til þess að hafa skilning á því sem að þau upplifa á netinu og þau treysta fullorðnu fólki ekki til þess að geta leyst úr því sem að þau upplifa á netinu. Það þó undantekning þannig á þessu. Þau nefna sérstaklega starfsfólk félagsmiðstöðva. Starfsfólk félagsmiðstöðva fullorðið fólk sem hefur skilning, þekkingu og getu til þess að hjálpa þeim til þess að takast á við það sem að þau þurfa að takast á við á netinu og þegar þau lenda í erfiðleikum á netinu. Og það segir okkur það að starfsfólk í félagsmiðstöðvum og starfsfólk sem sinnir tómstundastarfi yfir höfuð þessir mikilvægu aðrir eða mikilvægu fullorðnir í lífi í stafrænni veröld barna og ungmenna á Íslandi. Þannig að í mínum huga
þá að því við erum í mjög miklum svona rökræðum það hvað við eigum að gera við þennan stafræna veruleika. Í mínum huga þá skiptir í rauninni engu máli hvar við stöndum í því, hvort að við erum á því að börn og ungmenni eyði allt of miklum tíma fyrir framan skjá eða ekki nægum. Ég hef ekki hitt á manneskju ennþá, en ef að þið eru þarna þá er það bara, þá eru þið í þessu líka, hvort við eigum að banna samfélagsmiðla inn í skólum eða síma inn í skólum eða ekki. Við eigum öll að geta sameinast það að í tómstunda- og frítímastarfi þá erum við að mæta börnum þar sem að þau eru stödd og þau eru stödd í stafrænum heimi. Þannig við þurfum að standa undir því að hafa verið valin þeirra af þeim sjálfum sem þessir mikilvægu fullorðnir og við þurfum að fylgja þeim inn í þessa veröld. Og við erum að gera það. Og þú veist, á sama hátt eins og opið hús í félagsmiðstöð er algjörlega frábært verkfæri, þá er almennt starf, almennt stafrænt tómstundastarf er gífurlega mikilvægt og hvort sem það er þá að taka þátt í tölvuleikjum með börnum þegar þau óska eftir því eða taka spjallið við þau þegar þau lenda í vanda á samfélagsmiðlum, að þetta er það sem við erum að sinna og það er það sem að gerir það að verkum að þau nefna sérstaklega starfsfólk félagsmiðstöðva sem fólki sem þau treysta til. Og það gerist eitthvað svo ótrúlega frábært við það þegar við nefnum hlutina á nafn. Ég var á Akureyri að ræða við starfsfólk félagsmiðstöðva þar núna fyrr í mánuðinum og þar tóku þau sem dæmi sem ég fannst svo frábærlega skemmtilegt og gott hvað þau eru búin að setja það vel í orð að þau fara til dæmis og eru að skipuleggja hreyfileiki, þau eru að skipuleggja keppnir og alls konar slíkt, það sem er bara til þess að búa til meðal annars tilfinningahita, til þess að búa til aðstæður það sem er bara hreinlega líklegt að það verði eitthvað konar ágreiningur og það er það sem að gerist þegar við förum af öllu kappi í það sem þau viðfangsefni sem við tökum þátt í og þau gera þetta með unglingunum til þess að geta síðan hjálpa þeim að leysa úr því sem þau eru að takast á við. Og eins og segi, mér fannst svo frábærlega aðdáunarvert að setja þetta svona í orð að við erum að búa til hreyfileiki til þess að búa til ágreining til þess að síðan leysa. Ef að við hefðum þessi orð og gætum talað stafrænt æskulýðsstarf á þennan hátt, þá værum við komin svo miklu framar heldur en við erum í stafrænu æskulýðsstarfi vegna þess að þetta er akkúrat það sem við þurfum að gera. Við þurfum að átta okkur á því að það að rage quitta er ekki leiðin til þess að takast á við þetta. Við þurfum að búa til aðstæður þar sem að börn og ungmenni eru að taka þátt í tölvuleikjum og ég veit ekki með ykkur en alveg frá því að ég sjálf er unglingur, það var það svona þekkt fyrirbæri að einhverjir af vinum mínum þeir áttu það til að eyðileggja fjarstýringarnar af tækjunum vegna þess að tilfinningahitin var svo mikill þegar ekki gekk nógu vel. Við þurfum að fara með þeim inn í þessi rými og takast á við þetta af því þetta eru líka bara tilfinningar. Ef ég kann að takast á við tilfinningarnar mínar í tölvuleikjum þá er ég líka að læra að takast á við tilfinningarnar mínar í öðrum samskiptum. En allavega þessu starfi erum við að sinna ótrúlega vel. Ég held hins vegar á Íslandi þá gæti við alveg bætt okkur svolítið þegar að kemur að því að vinna skipulagt starf og vinna markvisst að einhverjum ákveðnum markmiðum. Af því að það er hægt að gera ótrúlega margt. Það er hægt að efla félagsþroska, efla tilfinningalæsi, efla vináttufærni ungmenna í sérstökum hópum í gegnum stafrænt æskulýðsstarf og síðan er hægt að takast á við jafnvel enn stærri hluti eins og skólaforðun eða ofbeldisforvarnir í gegnum stafrænt æskulýðsstarf líka og mér langaði að segja ykkur kannski frá tveimur af mínum samstarfsaðilum sem að ég er búin að vera að vinna með í þessu verkefni sem ég fara alveg að segja ykkur frá Game Changer og það er ég ætla að segja þetta á ensku Center for Digital Youth Work. Er einhver til að segja þetta á dönsku? Center.
það hætti við. Já, þetta er miðstöð sem sérhæfir sig í æskulýðsstarfi og er sérstaklega að velta fyrir sér stafrænu æskulýðsstarfi. Það er algjörlega búið að taka úr mér allt sjálfstraust til þess að segja frá þessu vegna þess að samstarfskona mín sem heitir Dagbjört, sem vinnur með mér í þessu, er búin að búa allt sitt líf í Danmörku, eða halvt sitt líf í Danmörku, og ég segi þetta alltaf fyrst og svo hún á eftir mér og þá átta ég á mér nákvæmlega hversu rátt ég er að segja þetta Center for Digital Pedagogy. En allavega, þau til dæmis eru með hópa hjá sér í sértæku hópastarfi þar sem að þau eru að taka á móti ungmennum sem eru komin í algjöra skólafjórðun, eru bara alveg hætt að mæta í skólan og fara í rauninni varla út úr herberginu sínu og þau eru þar búin að búa sér til eitthvað þar sem að þau fá í gegnum félagsstarf og í gegnum félagsþjónustuna að handvelja inn ungmenni sem að virka inn í þeirra hópa til þess að hópurinn nái sínum árangri og þar byrja þau bara alveg afskaplega smátt, þau byrja einfaldlega á því að vera í sama rýminu og spila tölvuleik. Það er engar kröfur gerðar á. Það er verið að finna tölvuleikina sem að þessi ungmenni kunna að spila. Það er verið að þessi ungmenni fá að taka með sér það rými sem þau kunna á og eru örugg í og færa það yfir á eitthvað nýjan stað. Og það er gífurlega áskorun fyrir þess að krakka að bara koma og spila innan aðra. Þetta er eitthvað sem hefur gefið ótrúlega góða raun hjá þeim og þau eru að ná þessum krökkum yfir í félagslega samskipti þar sem að þau í lok einhverja 10 eða 20 skipta þá sitja þessi krakkar saman við borða eitthvað staðar og borða pítsu og spjalla. Eitthvað sem mörg þeirra hafa ekki gert jafnvel í einhver ár. Og þau eru að ná árangri líka í því að ná þeim aftur inn í skólana og koma þeim út úr þessari skólaforðin sem er ótrúlegur árangur. Síðan er það Suovatn Somessa sem eru finnsk samtök. Það er rafræn félagsmiðstöð og rafræn félagsmiðstöð sem ég hef sennilega svo best heppnaða sem ég hef séð. Þau sérhæfa sig í forvörnum að fræða unglinga kynbundið ofbeldi, stafrænt kynbundið ofbeldi sérstaklega og ræða við þau það. Þau eru þá að setja frá sér alls konar efni og þau eru að taka á móti krökkum og tala við þau í gegnum samfélagsmiðla, fyrst og fremst TikTok, að spjalla við þau þeirra upplifanir. Það sem að ég hef séð, sem að mér fannst í rauninni merkilegasti mælikvarðinn á þeirra árangur, er það að það er verið að tagga þau. Það er að segja, unglingar eru í sínu rými, hvar sem að þau eru, ef að þau verða vitni að, eða það er að koma fyrir það, þegar þau verða vitni að kynferðislegri áreitni eða kynferðislegu ofbeldi eða einhverju sem þau eru ekki alveg viss hvað þá eru þau að tagga þau. Þannig að það finnst mér vera alveg svona að hápunkturinn á því að hafa fyllt ungmennum inn í þetta rými vegna þess að þá vita þau, hey, hér er fullorðin manneskja sem kann að takast á við þetta sem ég er að sjá þarna og setja það bara yfir í þeirra hendur. En, samsagt, Game Changer verkefnið. Þetta er framhaldsverkefni og eru núna orðin 2 verkefni og það 3. liggur í umsóknarferli núna. Og þetta er samstarf á milli 4 norrænna þjóða. Við erum ekki ennþá búin að fá Noreg með okkur í lið, þannig að ef við þekkið einhvern í Noregi þá með endilega hafa samband við mig. Við erum að vinna með Dönum, Svíum og Finnum og við fórum á stað svolítið og settum á stað hóp af svona svolítið þverfaglegan ég gefst upp. Settum á stað hóp sem spannar fólk frá mörgum mismunandi stöðum. Ég bara gat ekki sagt þetta orð. Og þar erum við með rafíþrótta stráka fyrst og fremst. Við erum með þjálfara og íþróttamenn í rafíþróttum og við erum með fólk sem er að vinna í stafrænu starfi og fólk sem er að vinna í frítímastarfi fyrst og fremst. Stóra markmiðið okkar er þetta, að Norðurlöndin verði leiðandi í því að stuðla að velferð ungmenna í stafrænum heimi. Það er rosalega stórt, þannig að við erum líka með lítil markmið. Við ætlum að ræða við ungt fólk stafræn réttindi og miðla þeirra röddum áfram. Við erum að skrá og miðla fyrirmyndaverkefnum á sviði stafrænnar velferðar
og að búa til og miðla fræðslu til starfsfólks þýðingu stafræns tómstundastarfs og hvernig má standa að því. Og svona bara áður en ég kveð ykkur þá ætla ég að láta ykkur vita hérna af þessari síðu sem heitir Nordic Navigator. Hún ekki formlega komin í loftið og áður en þið byrjið að skanna þetta að þá þetta ekki að fara að senda ykkur inn á hérna þessa síðu, heldur ég að fara að senda ykkur inn á að spjalla við hann Eggert nektarmyndir. Það svona tanga sem þið farið þarna inn á þessum skanna. Nordic Navigator hins vegar vefsíða sem að safna saman alls konar verkefnum sem fjalla stafræna velferð ungmenna. Hún ekki alveg tilbúin en ég ætla samt að segja ykkur frá henni fyrst og fremst vegna sem ég væri til í að heyra í ykkur ef þið vitið verkefni sem gerð á Íslandi sem ekki þarna. Þá langar okkur óbúslega mikið að vita af þeim og svo eins og segi býð ég ykkur að spjalla við hann Eggert ef þið skildi vilja spjalla nektarmyndir og ábyrgð þess sem að fylgir oh my god sem fylgir því að senda eða taka við nektarmyndum á netinu. Og ef þið eru að vinna í félagsmiðstöðvarstarfi eða alveg sérstaklega ung í anda þá getið þið fengið hjá mér tattoo með mynd af honum Eggerti sem Eggaldinn. Takk fyrir mig.